Já, við erum komin í beina útsendingu frá Hamar TV, það var alltaf verða vitlaust. Já, þakið ætlar að fjúka hérna að höllinni. Stöðullin er 1,05 á Hamar. Og hvað, 3 á Þór Akureyri? Nei, allan sé ekki svona í kringu 5-6. 5-6. Sjáum það að þeir eru heilir 8 manns. 8 strákar frá Þór Akureyri, þeir eru nú iðulega fáir. En hávexin er hann eitt þarna. Já, hann er hávexin þessi. En Hamarsmenn sem enn hafa ekki fundið The W síðan Nei, þeir eru enda eftir að 2014. fá tvöfald af síðan að Hallgrímur tók við. Já, eru margir farnir að grátbiðja í tvöfald af. Já, ég er full að trúa að koma í kvöld. Menn hafa... Þeir eru nú búin að eiga erfiða leiki í byrjun ás. Jú. Ég er full að trúa að það komi sérðan leik í kvöld. En það er gaman að sjá að allir eru með í kvöld. Já, það er ánægilegt. Því að við þurfum öllum að halda. Þú að fara í byrjunarliðin eða? Ég get farið yfir byrjunarliðið á heimamenn þar sem ég þekki þá, en það eru Sigurður, Julian, Örn, Snorri og Steini. Já. En ég þekki Federico Sandiga. Frisco Sandes heitir hann og leikmaður nr. 9 heitir Vikjan. Já. Elías er þarna líka og Arnór og ég man ekki alveg hver. Elías, hver er Elías? Er það ekki þjálfarinn nr. 12 sem situr á bekk? Elías er á bekknum, afsaka þetta. Ég held það líka. Já, við kennum opnaði nú status og þau séum þetta En dómarinn er að sjálfsögðu engin annar en undrabarnið og góðsögnin Hákon Hjartar. Já. Og honum til aðstöðar í kvöld er Gunnar. Hann er mitt að tala um það fyrir leik, hann Hákon, og hann elskaði að dæmi Hveragerði af því að á Riddaraborinu var einn maður sem væri sköllóttar en hann. Já, skemmtileg staður. Já, og hann, já. Þetta er sjálfsögðu hann Arnór og Jón Ágúst og Einar Ómar í byrjunarliðinu. Julian keyrir á körunni, gengur ekki. Og Vikjan vissur að það er bíl á milli Vik og Ían í nafninu. Þannig að hann heitir í rauninni Vik Ían. Já, og hann er oft kallar Ían af félögum sinum. Ég legg til að kalla hann Ían í þessum leik. Ían fyrir sterkt upp á körunni, sækir villu. Ían kemur sér á línuna í 2 skot. Ég get líka að setja skemmtilega staðarend nafni hjá honum Frisco. Jú, segðu mér það. Það var sérst þannig að foreldrar hans, pappas vildi skýra hann Fred, en mammas vildi skýra hann Disco. En þeir eru að finna eitthvað úr þessu, þannig að þeir skýra hann bara Frisco. Já, skemmtileg nafnastaðarend. Þú ert alltaf spontaneous á þessum nafnastaðarendum. Já, nafnastaðarendur þar er mitt styrkleiki. Hér kemur Julian. Staðan ennþá 0-0 eftir að Ían setti hvorugt. En eins og glöggir áður að taka eftir þá eru flesti leikmenn Hamarsliðsins nýkliftir. Já. Það séu heili 4 leikmenn. Spurning hvort það var einhver pakkað í. Það er spurning. Er kannski einhver að læra hárgreiðslu í hópnum? Já, það er góð spurning. Klaufeld hérna. Sjálfur þyrfti ég nú að fara að kíkja í klippingu. Já, það er að taka hliðunum allan hana. Þetta var leikmaðurinn Jón sem misti boltar hana. Jón Ágúst. Jón Ágúst hefur verið að spila gríðarlega vel í þessum mínútum sem hefur verið að skila í þetta. Já, sjáðu Örn. Þetta viljum við sjá Örn gera mikið af. Fara með mannin og bakka niður. Gríðarlega sterkur þessi strákur. Sjáðu Steina. Sjáum það að Steini byrjar á Frisco og verður verkefni að stoppa hann. Hann er stigahestur, frákastahestur og stóðsendingahestur í liðinu. Og deildin held ég bara líka. Þar hefur rangt fyrir þér því að Tobin Kramberg er að sjálfsögðarlega deildina í stigum og stóðsendingum. Á meðan að Prior í liði erkifjenda okkar liði frákast. En Frisco er stutt og eftir Tobin í stóðsendingum. En reyndar langt frá honum í skori. Þeir front á Steina. Frisco er með 22 stiga meðaltal leik, 14,4 fráköst og 4,8 stóðsendingar. Og það er ruðningur á Julian Nelson. Já.
Veistu eitthvað ástæðan á bakvið Nelson nafnið? Nelson. Nei, ég ekki ennþá komið með sögu baka það, en það aldrei að vita nefn ég... Það kannski kemur í næsta heimaleik. Já, aldrei að vita. En Ian. Fín vörn hjá Snorra. Federico staðráðinn í því að bæta við allt í kvöld. Hér kemur hann með eina stóðsendingu. Og Akureyringar leiða með 5 stigum. Já, byrja leikinn vel. Örn með þrist gengur ekki. Það er spurning hvort að Hamasmenn hafi komið með vannmatt inn í leikinn. Já, það er alveg spurning. En hér kemur 3 stiga karfa hjá Federico Sandie og staðan honum 10-2. Þósar að byrja að leika krafti. Þeir eru ekki að kaupa kókið í buknum. Nei. Siggi drævar gengur ekki. Já, þetta er svolítið einhæfur sóknarleikur í Hamasmönnum. Já, Hamasmenn eru ekki að finna glufur í sókninni og er með glabra og götóta vörn. Já. Federico. Viki hann með boltatilurinn og hér kemur 3 stiga skot. Núna þurfum við að nýta þetta svo. Já, Julian setur niður stökkskott. Og hér er það Vik. Já, þetta er allt og auðvelt. Þeir eru einfallega að ganga frá okkur hérna. Og þetta lítur á Karakó, já. Hákon Hjartar klikkar ekki svona lögu. Vel gert á Julian. Þeir þurfa aðeins að fara að fá sjálfstraust í liðið, Hamasmenn. Það er einmitt í svona leikjum sem er rétt að fá það. Þeir mega ekki gera eins og íslenska landsliðið að glötura sjálfstrausti á móti lakari liðum. Eins og við sáum í Ísland Alsír. Já, við ætlum nú ekki að fara að tala um handbolta hér, það er klart. Vikjan reynir hér skrifna sendingu, gengur ekki. En þess má til gaman sketa að Hamar TV er á leið til Svíþjóðar. Herðu, jú. Það sem við ætlum að heimsækja Ragnar Natanaelsson. Þetta er vel spilað hjá Þórsmönnum. Þórsurum, segir maður. Hvað sagðir þú? Akureyringum? Nei, ég hef ekki komið með reyminn eins og þú. Nei, Akureyringar hafa verið á leiðarleikinn. Já, það er reynilegt sko upp hana. Maður vill fá Snorri í gang. Þetta er strákur sem við getum kveikt í netinu um góðan degi. Það vissur að... En uppbytun á Snorra vist fyrir leiki er hérna... Það tekur hann vist snats. Clean and jerk. Það er bara uppbytun hans. Já. En það er... Nei. Er hann Snorri mikill aðdáandi crossfit? Já. Maður sér hann hittar upp í crossfit peysu. Já. Það er nú mikil crossfit menning hérna í Hveragerði eins og flestir vita nú. Crossfitið hefur orðið gríðarlega vinsælt. Já. Vikjan með þrist stutt. Þessi leikmaður númer 14, hann Einar rífur þetta frákast. Snorri. Reyna að koma um að steina. Hann er enn ekki að klára þessi leiðu. Smá vandræðilegt hjá hann á kallinum. Hann lítur að fara að setja þetta niður. Þetta er auðvitað skot. Ég spyr mig, er hann að reyna að safna frákostum? Það er kannski í byrjun leiks. Svo hann er kannski saman nýtinguna. Hugsa meir key facts á boxskorunu. Einhvers staðar heyrði ég að hann hefði lagt sjálfur undir 1,2 milljónir en er frákastæðisti leikmaður í deildinni. En ég selði ekki dýra en ég keypti það. En já, í Snorri með erfitt skot. Sjáu þetta! Hann Snorri, hann vill ekki sjá það að taka opinn skot. Hann vill hafa helst hendi í andlitinu. Hann vill helst... Þá líður hún best. Hann vill helst sækja end one fyrir utan teginn. Hann er mikið í að leita því. Já. En hér er Hamasmenn komnir í svona fake pressu. Já, aðeins að... Fín hjálpavörn hjá Sigga.
Frisco, eða Disco eins og mamma sveitir kalla hann. Heitir ekki. Þarna vildi ég bara sjá isolation. Gert hjá Julian. Þetta var það sem við kallum walk in the park. Ég sé það núna að Julian á í mjög litlu vandræðum með að labba fram hjá leikmönnum. Pósara. Fallega varið þarna hjá Frisco. Þetta var eins og við köllum highlight reel. Já. Daniel, það þarf að gefa okkur endursýningu á þessu. Já, hendum okkur í endursýninguna núna. Já. Er það ekki hægt það? Jú. Dun 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 dun. Sigurður kemur boltan. Dun dun dun. Nei, ekki það. Frískandi ferskar auglýsingar búnar. Og Hamasmenn eiga innkastið eftir glæsilega vörn frá Frisco against the half machine. Frisco spilaði með Hetti í 2 tímabil, ef maður rétt. Spilaði 2 góð tímabil þar. Julian með alltaf stöðt skot. Næra bjarga þessu. Örninn á Steina og Snorri. Sjáu þið, eftir. Já, og það. Sjáu þið Snorra. Það sem að Snorri hefur, hann stekkur mjög hátt í skotunum sínum. Græður á því. Gera það verkum að hann getur skotið við menn. Það er greint þess að hnébuður á hann sé að hafa skilað ykkur. Já. Hitt er ekki fyrsta. Í vítum er náttúrulega engin í honum. Það geta reynst honum erfið. Já, vítaskotin, hann þyrfti eiginlega að fá einhvern liðsfélagi til að standa fyrir fram sig. Hitt er aðeins 1-3. Hamasmenn pressa, þetta hefur ekki ennþá fengið að sjá í veitur. Og Frisco, ætlar hann að yfir Örn? Nei. Hann er að safna stóðsendingunum. Já. Örni fyrir auðveldlega fram hjá honum. Finnur Steina. Skemmtilega sending hann að vel klára. Nú klárar hann. Hann er búið með kótan að klikka um leiðið upp með kvöld. Já, maður myndi ætla það. Hann er leikmaður nr. 10, skarta skemmtilegri klippingu. Setur þetta niður. Daniel Andri er nr. 10. Þetta er skemmtilegt að sjá. Stóru kallan að spila það saman. Örnin er komin með 4 stóðsendingar. Já, hann ætti að setja þennuna líka. Og hann sé ekki að það koma með stiga að frákast. Það kemur inn á Mikael.
Nákvæmlega sem þeir eiga að gera. Bjartmar á Mikael og Mikael feikar Viki hann og fyrir upp í þristi sjálfur. Langt en Bjartmar með sóknarfrákast og klárar. Já. 30-23. Frisko. Federico. Sjáu það að allir Hamarsmenn falla þegar Frisko fara hann á póstinum. Þetta er maður sem þarf að stoppa. Step back. Þetta er flottu varnarleikur í Hamarsmönnum. Örn ætlar á hann. Örn fer í vinnuna sína. Og glottir. Við sjáum að Örn hefur gaman af þessu leik. Hann hefur gaman að leika sér á móti svona stærri menni. Já, ekki oft sem að Örn getur í það. Nei, sérstaklega ekki inn í fyrstdeildinni. Sjáu það, Hamar að spila fína vörn hérna. Hamarsmenn óheppni þarna. Kemur Sigurður Hafþórsson aftur inn á. Og tvöföld skipting hjá Þór. Þeir eru ekki nema 8 Þórsararnir og hafa verið í allan vetur. Greinilega þunn skipaðir. Fjórar sekúndur eftir á skotklukkunni, 32-23. Langur bolti og Elías upp í þrist. Nei, hann hættir við. Fritt skot og Örn fór hins vegar ekki í rífur gang. þetta niður. Þá kemur Þorsteinn Gunnlaugsson aftur inn á. Reitaraborðið, eitthvað í gangi hérna. Tíminn gengur og allt í góðu. Bjartmar á Örn. Össi inn á Sigurð. Sjáu þið Sigga Haffan á póstinum. Nei, er ekki að klára þetta. Það er að Vik. Sjáu þið Kristinn spila fína vörn. Hann er að pönkast á honum. Frisko er hann pirraður. Steinu með frákasti. Þorsteinn kominn upp í 6 fráköst. Titti keira á köruna. Sigurður tekur hann í gegnum klofið áður en hann fer að dribbla. Já. Fínt dræf Sigga. Óöppin að ná ekki að klára þetta. Staðan enn 32-23. Já, þið er bara áttan í Sigga. Smá kætingur hérna að mönnum. Gaman að þessu. Örn. Örn fer í frástökkvandi stökkskot. Gengur ekki upp. 3 stiga skot. Gengur. Þetta er að detta hjá Þórsarum. Hamarsmenn hafa ekki verið að finna fjöluna fyrir 3 stiga línuna. 32-26. Og munurinn aðeins 6 og aðeins 60. Já. Örn. Já. Örn er beittur, hann ætlar að skila góðan tölum í kvöld. Federico! Fáið! Þetta telst ekki sem tróðsla. Við skráum þetta sem layup. Já. Bjartmar með skemmtilega gert hjá Bjartmari.
Og það er leikklep. Já, hann splittaði þessu eins og makarónu. Getum ekki sagt þetta. Þá erum við komin í dagskrárliðin Súmað á andlit. Já. Er þið þokkar sáðu greininu köttin hana í Ölfusinu eða? Já. Hvað var það? Já, ég sem er stalur köttum. Ha? Já, bengalskettir. Stalst þú köttunum á? Já, maður var fullt af penningu fyrir þetta svartu markaði maður. En býtu, það var sagt að Fressi væri svo stygt, hvernig réstu við þetta Fress? Já, ég minna það, ég bara stjórn á þessum köttum maður. En þessi brjóstar þessi fannst. Men það er bara partur af planinu skilur, og þetta hefði verið konan sem gerði þetta. Það var ekkert kona, þetta var ég. Þú veitir. Já, þú svakaleg. Þetta var dagskráliðurinn Súmað á andlit. Í gegnum tíðina. Jæja, þá hefst. Já, leikurinn aftur eftir leiklega. Wick, Ian. Wick, Ian. Federico. Spila hérna. Og svo kemur það. Já, þetta var... Þessi var stuttur. Það var sem hann að koma boltanum niður á Steina. Jules. Þetta er vel spila. Maður er að ná að setja þetta. En hver hann en Steini mættur? Eða í bleiðarnar. Steini a.k.a. Riksson. Já. Hann sogar til sín öll fráköst. Þetta var... Og það var skot og Julian kemur fljótt upp. Julian klárar þetta. Nú erum við þarna að þekkja hann hos menn. 40-28 og Julian stilur honum. Hann ætlar alla leið sjálfur aftur. Þetta er góð. Já. Það er föstudagsvílingur í Julian í kvöld. Já. Það er klart. I'm in love with Coco. Kemur inn á Stefán Halldórsson. Bróðir Bjartmars Halldórsson er mitt. Hann gerði frægan í hljómsveit í grunnskóla sem hét Ethanol. Jú, munallar eftir þínni. Spila út allt land. Já. Hann spila á Básúnu, þegar ekki? Jú, næst frægasta hljómsveit Hveragerðis eftir Hitakút og Húrigúri. Já. Þetta er nöfn sem allir þekkja. Siggi hérna, sjáu hann. Federico. Sjáu þið Frisko, hann er reiður. Boltinn út af. Maður skynjar smá pirring í Frisko. Já. Þetta er hann kannski svolítið einn í þessu þannig undir körunni. Spurning hvað menn sé að fá borga fyrir að vera svona í svona klubb. Ekki það að Þór sé eitthvað slæmur klubbur heldur að vera í botninum og vinna enga leiki. Sjáu vel spilaði Hamarsmönnum. Þeir eru bara að hafa gaman að þessu. Nú er spurning hvort að minni kettir eins og Eyþór Heimisson fá að sjá sig. Já, við skilur sig eftir í Riki. Júl. Já, við vorum einmitt að undra okkur á því áðan að það ætti ekkert komið greinin á Karvan.is það að Eyþór verður komið með comeback. Já, maður var að spyrja sig að þessu. Einkennilegt. Julian. Sigurður, galoppinn. Hættir hins vegar við að taka það. Steini. Nei, þetta er mikið hendur hana, ekkert dæmt.
Þórsarar stela boltanum. Frigo. Frisko gengur ekki í honum. Og Steppi fín villa hana hjá leikmenninu með þetta. 45-32 er staðan 17-7 í þessum leikluta. Fara nú aðeins yfir hérna leikina sem er í gangi. Nei. Og kannski bara stöðuna. Það er Snæfell að vinna Skallagrim 36-21 og Keflavík að vinna Þór Þorlákshöfn 44-33. Stefnir allt í heimasýri á báðum stöðum. Stefán Örn á Julian. Við sjáum það að Steini og Frisko eru mikið í slagsmálum. Já. Mikael Galopin, stóðsending á Örn eða hvað? Já. Það mústirni Mika. Við viljum sjá menn negla þessu niður þegar Örn er að gefa þá. Maðurinn er að reyna hann ætla sér í þrennuna, já. Ekki hverjum degi sem við sjáum Örn vera nála þrennunni. Nei. Julian hins vegar finnur Mikael sem að sækir villu. Þeir eru að brjóta mikið Þórsaranir. Og Hamarsmenn komnir í bónus. Og áhættu samt sem það sem þeir eru nú einungis 8. Já. Þeir eru komnir með 11 liðsvillur í þessum fyrir hálfleik á meðan Hamarsmenn eru með 5. Vikkian er til að mynda með 3. Já. Mikael kemur sér á blað. Ekkert nema nett. Mikael hefur alltaf verið skittagóð. Jú. Flottur leikmaður. Festir hins vegar netið hann en Örnir rífur það. Þetta er fyrir þessan. Hann núna hálkast hann eða meira þrennuna. Já, hann er að... Fín vörnana hjá Mikka. Það er Vikla. Það dæmir hann. Og þá fá svo Kjöris prinsinn. Kom inn á. Kjöris prinsinn, hann er náðu sér að erfiðu meðslum. Já. Sjáum það að Kjöris prinsinn er einn þeirra sem hefur fengið sér klippingu fyrir leikin. Já, hann fór einmitt bara klippingu stuttu fyrir leik. Ertu með... En þá hárinn að detta á öxlunum hans. Ertu með nafnið sem að klippta hann?
Jú, við erum komin aftur í seinni hálfleik. Sjáum að Stefán er komin í tæknilega séð byrjunarlið. Byrjunarlið seinni hálfleiks. Þeir eru komin í svæði. Já, þeir ætla að pröfa það. Nei, skelvileg sending á Steina hana. Nú sjáum við hversu mikið við munum sakna Dóra þegar svæðið kemur á okkur. Já, það er oft góður á móti svæðinu, en við erum með marga góða skiptur. Hamarsmenn voru einmitt í vandræðum móti svæðinu líka á móti hattamönnum. Það er sleið þarna. Gengur ekki. Þórsar að fá hérna 2 stopp í byrjun seinni hálfleiks. Vikjan. Og 2 kastar eftirist. Góð byrjun hjá Þórsurum. Byrjaði hann síðari hálfleik 5-0 á 1 mínútu. Þeir verða fljótur að geta fórskotið ef þetta heldur áfram. Já, þetta er hálf. Snorri fyrir upp í skot, gengur ekki. Þetta er svolítið lítið í gangi í sókninu Hamar. Frisko reynir erfitt skot. Julian Shake-a-Bake, Össi á Steina og Snorri, glæsilega spilað. Já, þetta er fallegt. Hann náði að setja þetta niður strákurinn. Kom eitthvað væru kærur úr hálfleiknum, Hamarsmenn. Vikjan á Frisko. Frisko setur þessi kemur í 10 stig. Þórsar að byrja þetta 8-0. 8-0 run. Hamarsmenn þurfa að gera sig í brók. Þetta er vel spilað. Þeir eru ekki að ná að klára. Frisko sparkar í bótt. Og enn eru það Þórsar sem ná frákastinu. Já. Spurning leikli. Ekki hann. Frisko fyrir alla leið, sækir villu. Og Össi, make a statement. Já. Ekki mínum teik. Ekki, ég vil ekki sjá þetta. Frisko og Örn. Galopinn fyrir utan. Setur hann ekki. Nú þurfum við að fá körfu. Já, nú er það Hamarsmenn að finna svarið þessari svæðisvörn. Þurfum að koma honum inn á hægpostin á Essa. Þarna kemur það. Þetta er skot sem að Örn. Nú, jæja. Steini Ríksu, hann tekur þetta. Já. Steini er að hlaða hérna í, hvað er hann? Hann er hana. 11. frákastið sitt. Já, og 8. stigið. Ég ætla ekki að gera eins og káaringar og jinx einhverja 2 og 3. Nei, það er klauðalegt. Fín sending á Julian. Steinar er að grípa þetta. Daniel Andri færi skrín báðum megin. Finnur Einar sem að gefur hann inn á Vikjan og Federico klárar. Þórsar að leika mun betur núna í síðar hálfleik. Komið með 10 stig á 3 mínútum á meðan þeir skora aðeins 9 stig í öllum öðrum leikluta. Já. Elías hefur grunn að gefa þeim góð orð í hálfleik. Örn inn í hotninu. Þetta er hans skot. Örn að komast upp í 10 stig. Örn búinn að spila vel upp á síkasti. Já, hann er að meðaltali. Vikjan, klaufar þetta Vikjan. Og annað. Rosalegt blokkanu hjá Frisko. Dómarinn dæmi villu. En eins og ég var að segja áðan, þá er Örn Sigurðarsson að skila 14,7 stigum í leik, 6,6 frákvæmstum meðaldali. Skemmtileg mynd af hann minn að káka í. Mælum að allir fara að kíkja á það. Það sem að sé, það var upp í síðustu 4 leikjum. Við erum búin 13 stig, 27 stig, 22 stig og 26 stig. Þannig að hann er á upplið. Það má ekki gleyma því að í hattarleiknum þá var hann einmitt veikur. Já. Þetta klárar hann skemmtilega. Þeir ráða ekkert við það undir körunni.
The Big Three í Hamarsliðinu, Össi, Steini og Julian eru allir að skila tvöföldum stigum. Já, þetta er stóra þrennan. Julian upp í þrist núna, hann er stuttur, en Stefán best fyrir frákastinu og fer alla leið en tapaði og nú viljum við fá tróðsluna. Nei. Það var sniðskott. Oddur biður leikli, 57-46.
Til að sjá hann Tryggva Snæ aftur inn á. Já. Það fór Akureyri. Skemmtilega tróðslag sem hann kom með í fyrirháleik. Hérna fær Össan á réttum stað. Ditti í horninu. Stuttur. Frisko rífur það niður. Frisko rífur það. Elias. Siggi með fína vörn. Frisko hins vegar rífur knöttinn. Kemur hann að vikki hann í horninu. Og það er Villa Bjartmar. Pröfulega gert hann það. Augljós Villa. Þetta er nú lítið sem við erum að flauta hérna. En einhvað síður Villa og þeir eru komnir í bónus. Já. Frisko getur komið sér upp í 23 stig setan bæði. Komið þessum leik undir 10 stigin. Nei, því ekki. Bjartmar pappa boltanum og Frisko. Hann engulbreykar Dilla. Já. Og Elias galopinn hinum inn. Og setur það. Setur þetta niður. 67-60. Það var leikur. Dömminur og herrar. Bjartmar ræðst inn í miðuna. En enn og aftur erum við að reyna þessa erfiðu sendingar sem að Þórsarar hafa verið að lesa hingað til. Já, þeir eru bara einu skrifun undan. Frisko fær hana hvíld. Verðskuldaða hvíld. Össi, þetta er hans skot. Já. Dómarinn segir að netið. Þetta er nú Tryggvi ætti nú að ná þessu. Já, sjáu þið. Þetta kemur þessi vel að vera með stóran. Þetta er gaman að sjá. Tryggvi rettar þessu bara. Tryggvi, toppmaður. Toppmaður. Nei, boltinn hann í rittarabóðið. Þeir eru nú alltaf tilbúinir. Já. Þetta fáið mikla þjálfun. Þeir myndi undirbúið sér fyrir svona. Þeir fara á öryggisnámskeið á hverjum vetri. 2 vikna námskeiði. Elias. Skrefar, ekki dæmt. Sjáu stóra slákir. Sjáu svo setur það niður. Sigurður á sama stað áðan. Já. Siggi af. Þeir þurfa að passa sig Hamarsmenn, þeir eru í bónus. Hvað töfra að fá að sjá frá Bjartmari núna? Skemmtilegt sniðskott. Fínn endir hérna í Hamarsmönnum, þeir þurfa að fá stopp. Mega ekki brjóta. Nei. Vikjan kemur svo línuna. Vikjan setur fyrir það. Fá að sjá þetta gott shot. Nei, gengur ekki. Þó að þetta sé nú hans sérsvið. Það gekk ekki upp að þessu sinni. Þau fyrir mjög leysingar.
Já, 4. og 7. leiklutunum hefjast. Já. Hamarsmenn leiða með 12 stigum. 74-62. Mikael Rúnar hérna. Þá er það Tryggvi. Og það eru 3 sekúndur. Og Hákon flautir hann 3 sekúndur. Hann var búinn að setja tjaldhæluna niður og að þannig að láta það fara vel um sig. Já. Það er bara ekki hægt. Þetta er það sem stóru menninni þurfa að passa sig á. Já. Össi fær hann hérna og finnur Mikka. Mikki þessar allt og stuttur. Fín milla hann í Hamarsmönnum. Skilsamt. Sjáu þetta. Tryggvi. Best fyrir þessu. Þetta er Hamabolti. Reyndu þarna skemmtilegt alley-oop. Sigurður á Örn. Örn á ditta á Mikki aftur á sama stað núna. Hittir ekki. Enn og aftur. Sigurður sóknarfrákast. Vel spilað, flott sending Erni. Hann er ekki búinn að gefast upp á þessari þrennu þó að sé nú ennþá ansi langsótt, en við viljum ekki gefast upp á henni. Við höfum ennþá eftir að fá að sjá þrennu hérna hjá einhverjum Hamarsmanni, veitur. Sjáu þið þetta. Fá að sjá henni flott. Oj. Frisco svakalegur í þessari vörn sinni. Já, það er liðilegt að segja það. Það er eiginlega bara gaman að sjá þetta þegar Hamarsmenn fá hraðaflöp og Frisco gjössalega. Frisco stígur út af. Sigurður enn aftur, hittir ekki. Næstu í sjálfskarfa. Það loppaði sig honni í sinni eigin körfu. Daniel. Sjáu þetta, össurplay. Fá að sjá tróðstu frá Snorra? Nei. Ég hélt alltaf að tróða þessu. Það var Tryggvi. Vel gert hjá Tryggva, Frisco upp í þrist. Hittir. Setur hann niður. Þetta er alveg leikmaður. Snorri. Stuttur á Snorra. Já, Hamarsmenn hafa ekki alveg náð sér á strikinn í sendihálfleiknum. Nei. Þó að munurinn sé nú í 13 stigum, þá hafa þær ekki náð að halda upptöknum hætti inn í sendihálfleiknum. Þess að spiluðu fyrir hálfleikinn vel. Góð vörn hjá Snorra. Össi í þrist. Hittir ekki. Þeir hafa heldur ekki verið að finna fjöluna fyrir utan. Sjáu þetta, þetta er klaufaleg. Nú treður hann. Nei. Það er leiklega Þór.
Já. Það voru að sjá hvort að Þórsarar hafi eitthvað að vakna við þetta. Já.
Já, enn og aftur fá Þórsarar auðvelt 2 stig. Bjartmann ekki að klára þetta. Elías upp í lélegt skot. Þóri á boltan. Nítján 83-81. Flott húkskot þarna. Já, snirtilegt. Já, Hamarsmenn þurfa nú að klára þetta krafti. Það er leiðilegt að enda leikinn svona. Og Þórsara kastar boltanum út af. Kannski sem betur fer fyrir Hamarsmenn því að munurinn er einhvers 10 stig. 10 stig. Bjartmar kemur þá. Og tjú. Oj. Ein mínúta og 32 sekúndur eftir. Julian. Reynir hérna erfitt skot. Og Frisco sem fyrir með frákastið. Hann 16. Kom með myndalega tvennu. Frisco getur komið mununum í 8 stig. Og svo setja þeir í pressu. Já, maður hefði nú haldið það. Hamar sem að reyna glórulösa sendingu, gengur upp. Þórsarar eru enn að leiða síðari hálfleik. Já, það er eitthvað sem Hamarsmenn þurfa að hafa ágjörð af. Oj. Skemmtileg vörð þarna hjá Frisco. Hann er örugglega komið með hátt í 5 blokk. Já, það var þetta búið til skemmtilegt. Nei. Highlight reel frá honum bara í þessum leik. Þannig sjáum við það að Þórsarar. Þeir eru einfaldlega of bráðir. Já, þeir ætla að skora öll stigin í einu. Bjartmar snýr sér í hringi. Já, boltaðingar hérna, skemmtilegt. Sjá, Hamarsmenn er að hræðast að það er í leiðarpinn, en það er Frisco nálægt. 33 sekundur eftir, staðan 93-85. Þórsarar ætla að enda þetta á körfu. Vikkian fyrir í þristinn. Hittir ekki og Steini með frákast. Hans 13. leiknum. Já. Julian, ég hef trú á hann. Sigurður, 30 stiga, gengur ekki. Diddi, hver annar. Og Bjartmar sem er með behind the back á Steina og klárar. 95-85. Verða það að loka tölur eða allar Elías setja þrist hérna? Nei. Tökum fyrir okkur.